sé Guði og blessaður sé okkar Guð og hversu stórkostleg ánægja. Það okkar gleði sem að Guð gefur okkur á þessum degi. Við erum í andlegu veislu. Það að fara að rigna blessanir á þessum degi. Og Guð gefur okkur í dag forréttindi, stórkostleg blessun og það að taka á móti okkar kæra systir María Luisa og Guð sagði við systir María Luisa fyrir mörgum árum þegar kirkjan bara byrja. Hann sagði við hana, ég mun blessa þig andlega og efnislega líka. Og við höfum séð hvernig Guð hefur staðið við loforðið sitt. Guð blessaði sé Guð. Mér langar að biðja ykkur að fá ykkur sæti, við ætlum að syngja til Guðs og þegar hjartað okkar glatt, hvað gerist þá? Þegar við erum glöð, þegar við erum ánægð, það sem við gerum að við syngjum. Hefur það komið fyrir ykkur? Þegar við erum í kirkju Guðs, að því ánægjan svo stórkostleg, þá syngjum við til hvers? Við syngjum til Guðs og við ætlum að syngja til Guðs lofsöng 109. Númer 109. Okkar hjálpari, blessaður sé Guð, hversu stórkostlegur Guð. Ég ætlum að bjóða ykkur að standa upp og við ætlum að syngja kór með miklum greind, með hjartað okkar, með opið hjarta, að því í dag okkar Guð að blessa okkur sem sitt líf. Og við ætlum að syngja til Guðs kór númer 2.
sem að bera titlið Lofið og blessið Drottinn. Þér sé Guði, blessaður sé Guð og blessaður nafn hans, okkar Faðir. Þér sé okkar konungur að eilífu. Og við ætlum núna að hefja með þessari stórkostleg blessun sem að Guð með fyrir okkur í dag. Og við ætlum að heilsa på kæra systir okkar María Luisa sem leiðtoginn kirkjunnar. Guð blessi ykkur öll mín kæru systur og bræður hér í Madrid í Vallecas, og mér langar að heilsa upp á þeim sem eru að heimsækja okkur frá öðrum stöðum. Einnig langar mér að heilsa upp á þá sem eru að horfa okkur að myndbandið þessu degi. Við erum mjög ánægð og okkur langar að heilsa upp á okkur og senda ykkur blessanir frá Guði til ykkar alla sem eru að horfa myndbandið. Og að því takið á móti blessanir frá himni. Og þannig þið megi fá ykkur sæti bræður og systur, og við ætlum nú fljótlega ég ætla að heilsa upp á þau sem að byrjuðu í kirkjuna nýlega. Og daginn í dag ætlum við að halda áfram að rannsaka sálmarnir. Að rannsaka lögin sem að fengu innblástur af heilögum anda. Davíð konungurinn og spámennirnir í Ísrael. Þau skildu þetta eftir sálmarnir fyrir okkur. Þar sem að við verðum glöð í hverju næsta skipti sem að við lesum sálmar. Og við verðum jákvæð. Og við verðum glöð og við treystum. Og það er fallegt að íhuga og rannsaka í hlutina frá Guði. Og það er líka mjög fallegt þegar við lærum sálmarnir og lærum orðin, og þegar ef við setjum orðin á minnið okkar, og í hver skipti sem við komum í kirkjuna segjum við Guð, við endurtökum þessi orð fyrir Guð. En orðin koma frá hjartan okkar. Og í Sálmar 37 við ætlum að halda áfram. Við ætlum að halda áfram að íhuga rannsaka hvernig við eigum að lofa Drottni. Og hér stendur: Hver eigi ofbráður vegna illvirkjana, öfunda eigi þá ranglæti fremja, því að þeir fölna skjótt sem grasið, visna sem grænar jurtir. Þannig að
Það verið að gera loforð hér fyrir Jesú Kristi að því hann sá óvinirnir og þau sem að gera slæma hluti, þau sem eru að synda og gera slæma hluti, stundum lítur það fyrir að vera að þau lifi betra líf heldur en þau sem eru að gera réttlátu hlutina fyrir framan Guð. Og fólk segir þau sem að eru að synda og gera slæma hluti eiga betri líf heldur en ég sem er að gera réttu hlutina fyrir framan Guð og það á alls ekki vera svona. Þannig að þá verður fólk óþolinmóð og örugglega hefur Jesú Kristur hugsað svona líka og kannski ekki eins mikið fyrir sjálfan sig heldur fyrir okkur. Hann sem sagt fann fyrir það sem við finnum fyrir. Hann upplifði allt sem hann upplifði fyrir okkur og að því við erum hér alltaf áhyggjufull og við verðum óþolinmóð því þau sem gera slæma hluti eiga betra líf en okkur þannig séð sumir af þeim að þá sagði Guð við Jesú Kristur ekki vera óþolinmóður. Treystu mér að því þau fölna skjótt sem grasi. Það vera að segja að Guð refsar og hann refsar þá sem að gera slæma hlutina sem að eru alltaf að gera slæma hluti fyrir framan Guð og Guð er að segja hér að það var ekki lengi sem að fólkið var að njóta þessa hluti. Þannig að Guð sagði alltaf ekki vera óþolinmóður því ég mun refsa þá harkalega. En þau sem að gera réttu hlutina, þau sem að gera vilja Guðs munu vera blessaðir. Þau munu hafa frið og lifa eilífa lífið og það var loforði frá Guði. Og á vers 3 stendur treyst Drottni og gjör gott. Bú þú í landinu og eyðra ráðvendni. Og hvað er að búa í landinu? Muniði bræður og systur að Ísraelsliðið í fortíðina Guð var búinn að bjóða en fyrst bauð hann að Abraham að hann ætlaði að koma með þeim í landinu. Í landinu þar sem að mjólk og hunang var. Það er það sem að Guð sagði, ég mun fara með ykkur þar fyrir ykkur að njóta og lifa góðu lífið. En Ísraelsliði var óhlýðin og vildi synda og þeir mistu af þessari blessun. Og það stendur að þau voru í eyðimörkina og þau dóu í eyðimörkina og þau gátu ekki séð þessari blessun að koma í landinu, að koma í þessari land. Það er að segja Kanaanlandið. En þetta land í Kanaan var með tákn sem var fyrir framtíðina. Og þetta var sem sagt var að vísa til landið í framtíðina sem að lifa lífið með Jesú Krist, að vera meðlimir kirkjurinnar og að njóta frá verkinu sem að heilaginn andi gerir og það er Kanaanlandið, það er nýja landið sem að Guð bauð upp á fyrir gamla liðið sem að gat ekki njóti frá þessari landa. En Jesú Kristur með sínar fórnir og með því að predikera fagnaðarerindi sagði að allir sem að treystu á hann munu vera að njóta frá þessari jörð. Þetta land sem var með mjólk og hunang. Og þess vegna segir Guð hér, treyst Drottni og gjör gott, bú þú í landinu og iðka ráðvendni. Þá muntu gleðjast yfir Drottni og hann mun veita þér það sem hjarta þér girnist. Og það er það sem að við í dag erum að upplifa, erum að njóta. Við erum að búa á þessari nýju landi. Við erum að njóta frá Kanaan landið að því heilagur andinn, hann hjálpar okkur og gerir okkur glaða. Af því að Guð er með okkur og hann er að breyta okkur. Hann er að breyta sál okkar svo að einn dagur munum við vera fullkomin. Svo að dagur einn munum við vera fullkomin og þegar Guð kallar upp á okkur munum við vera tilbúin til þess að vera þar með okkar Guð að lifa.
að lifa fullkomlega í Kanaanlandið og þar í eilífa lífi munum við vera að búa á þetta nýja land, nýja Kanaanlandið. Núna erum við á leiðinni, við erum að labba til Kanaanland, en við þurfum að komast út af enda, við þurfum að komast í enda þessum vegum, þar sem að allt mun vera gleði og hamingja og eins og stendur í opinberanin, það stendur þið munið ekki hafa þörf á sólin og tunglið eða rigningin og ekki neitt að því Guð mun vera sá sem að veitir ykkur allt þegar þið eru komin í eilífa lífið. Og dyr sé fyrir Guð og það er það sem að þýðir að búa í landinu og við öll. Við viljum halda okkur hér á þetta landi sem að við erum að stíga, landi sem að við erum í. Það er að segja ekki fara tilbaka í heiminn, ekki fara aftur að lífa út í heimi, því það er fólk sem verður þreytt, það er fólk sem að hefur verið 10 og 15 ári í kirkjuna og fer tilbaka og bakkar í heiminn. Nei, því að lifa með Guði er það besta og það besta sem þú getur gert í lífið þínu, að fylgja vegum Guðs. Það er ekki erfitt, það eru ekki vandamál, það eru engin erfiðleikar. Það er gleðið sem er hér með okkur alltaf, að búa með Guði, að hlusta á hans loforð og að bíða eftir að þessi loforð rætist og að hlusta á loforðið sem að heilagur andur er að gefa okkur alltaf. Og það er gleði sem við finnum ekkert í heiminn sem að enginn hefur. Þannig að við eigum ekki að fara tilbaka. Við eigum ekki að fara tilbaka á þessum vegum, við þurfum að halda áfram að labba á þetta nýja land, af því Guð segir að sá sem að treysti sér, að sá sem að samþykkir hlutina frá Guði mun búa þetta land. Þannig að Guð vill hafa okkur hér undir hans skjól og ef hann vill hafa okkur hér þá eigum við að halda okkur hér á þessum vegum. Og það stendur á vers 4. Það mundu gleðjast yfir Drottni og hann mun veita þér það sem hjarta þitt girnist. Hversu falleg loforð er þetta hér? Þegar við treystum á honum, þegar við hlýðum honum. Og auðvitað að stundum gerum við beinir til Guð stundum biðjum við til Guðs hlutina sem að gera okkur engan gagn og Guð veit hvað það er sem er gott fyrir okkur og hvað það er sem er ekki gott fyrir okkur. Og þegar við biðjum til Guðs og þegar við erum að biðja eitthvað til Guðs að það þurfum við að vera mjög klár. Og við þurfum að vera klára því hvað er það sem við ætlum að biðja Guð með visku og greind. Af því Guð mun gefa okkur allt sem að hjarta okkar girnist. Og stendur í vers 5. Fel Drottni vegu þína og treyst honum, hann mun vel fyrir sjá. Hann mun láta réttlæti þitt reyna upp sem ljós og réttin sem hábjartan dag. Ver glöður fyrir Drottni og vona á hann, ver eigi og bráður vegna þeirra er vel gengur, vegna þess manns er svikt fremur. Og Guð segir ekki vera að öfunda lífið þeirra sem eru að synga og sem eru að gera slæma hluti og þeim gengur vel í lífi. Ekki öfunda þá, því Guð er með áætlun fyrir alla og stendur láta freyði og slepp heiftinni, ver eigi of bráður þar til leiðir til ills eins. Og í vers 9 stendur illvíkjarnir verða afmáðir en þeir vona á Drottinn fá landið til eignar. Og við getum mist þessu landi, við getum tapað þessu landi ef við höldum ekki alltaf áfram til enda. Og þá mun Guð henda okkur að þessum vegum og við munum ekki geta njótið frá þessari land sem er að bíða eftir okkur í eilífu. Og stendur í vers 11. En hinir hógværu fá landið til eignar,
gleðjast yfir ríkulegri gæfu. Og hver eru þessi hógværu? Þessi hógværu er fólk sem er einfalt, fólk sem er með opið hjarta, sem er tilbúið í að samþykkja orðið og vegir Guðs. Og hann hlustar og hann hlýðir á Guð. Hann er þolinmóður. Hann er miskunnarfullur. Hann getur beðið. Hann er þolinmóður. Hann hefur kærleika. Hann er góður. Og það er það sem manneskjan á að hvernig við eigum að hegða okkur. Og við þurfum að vera hrein í hjartað okkar svo að við getum farið að eignast landið sem að Guð hefur fyrir okkur. Og það er það sem að við viljum. Við getum búið með Guði. Í landi sem að Guð hefur fyrir okkur. Þannig að við þurfum öll að berjast. Að berjast til þess að geta verið þessum vegum. Þurfum að vera góð í hjartað okkar. Við þurfum að vera alltaf tilbúin í að hlusta á Guð. Manneskja sem er ekki reið, manneskja sem er ekki óþolinmóð. Og það er það sem að Guð vill. Og í Biblíuna stendur að Móses var rólegur maður. Við þurfum að lesa allt Móses fyrir okkur til að skilja og læra. Að læra með góðri hegðun. Læra af þeim til þess að koma fram af því við þurfum að vilja breyta. Við þurfum að vilja breyta og gera hlutina réttra. Þó að holdið okkar er að reyna að fá okkur til þess að syndga og gera slæma hluti, að þá þurfum við að þraukast og við þurfum að opna hjartað og við þurfum að geta stjórna sjálfur okkar, að stjórna okkur, að því við viljum vera róleg og góð, svo að Guð geti verðlaunað okkur. Og vers 20 stendur en óguðlegur farast og óvinir drottins eru sem skraut vallarins, þeir hverfa sem reykur hverfa þeir. Og það er það sem að óvinurinn gerði við Jesú Kristur. Hann er að plana, hann er að hugsa að gera okkur mein, hann er að plana að gera slæma hluti. Við trúendur, við þau sem að trúa Guði, þau sem að vilja Guðs. Þannig að og vers 12 stendur óguðlegur maður byr yfir illu gegn réttlátum, nistir tönnum gegn honum. Drottinn hlær að honum, því að hann sér að dagur hans kemur. Dagur hans til að vera eyðilagður. Þannig að Guð í Opinberanir segir hann segir hér í enda að hann segir hér í vers 13 að Guð hlær að honum, að því Guð veit að þá eftir að koma dagur fyrir slæma fólki, fyrir óvinurinn. Og þess vegna hlær Guð, að því að hann segir að þessi djöfull eða þessi óvinur reyndi að gera slæma hluti við Guð, við Jesús, þegar Jesús var hér á meðal mannkyni, en að því óvinurinn gat það ekki. Nú er óvinurinn
að eldast við kirkju Guðs og hann að eldast við fólk, við trúendur. En Guð segir að aldrei, að djöfullinn mun aldrei vinna. Og þess vegna stendur hér og segir hér að Guð hlær, að því það vitað að það mun koma enda fyrir þennan aðila. Og í vers 18 stendur: Drottinn þekkir daga ráðvandra og arfleifð þeirra varir að eilífu. Þannig að Guð að endurtaka og hann talar við okkur mjög skýrlega. Og Guð segir að hann þekkir daga hjá þeim sem eru góðir, hjá börn Guðs, hjá þau sem eru til í að takast við að eldast þessum vegum. Og Guð með áætlun fyrir okkur að fara að búa með honum í landinu í eilífu. Og Guð segir hér: og arfleifð þeirra varir að eilífu því við munum lifa með Guði. Og stendur í vers 19: á vondum tímum verða þeir eigi til skammar, á hallæristímum hljóta þeir sanning. Þannig að það munu koma vandamál og erfiðleikar og alls konar hluti sem að koma fyrir, allt þetta slæma sem að gerist í lífinu. Guð að segja að þau verða aldrei til skammar, að þau sem að elda sig verða aldrei til skammar fyrir framan sig. Þannig að fólk að segja og sjáðu hvernig fer fyrir hann, sjáðu hversu erfitt lífið þeirra sjáðu erfiðleikar sem eru lífið þeirra. Og þetta fólk sem að fer í kirkjuna, sem að Guð talar við þá, sjáðu hvernig fólk lífið þó það sé að fara í kirkjuna. Það fólk sem talar svona nokkur og það það sem að gerist. En þess vegna stendur að þau sem eru fullkomin, að börn Guðs mun ekki vera til skammar. Og það stendur: og að hallæristímum hljóta þeir saðning. Þannig það að segja að Guð mun hjálpa hverjum og einum í gegnum erfiðleikanum sem að eiga sér stað í lífi þeirra. Og Guð segir að við þurfum að vera stolt af því að Guð tali við okkur hér og að hann gerir sig opinbera hér, af því það sannleikurinn. Og þér sé Guði. Þér sé Guð að því Guð hann sannleikur. Og ef það koma slæma hluti í okkar lífi, það þá sannarlega því við erum að gera eitthvað rangt í lífið okkar, við erum að syndga, en ekki að því að Guð vill ekki standa við loforðin sín. Guð mun alltaf vera til staðar, hann mun alltaf blessa okkur. Hann mun alltaf vera með okkur og þess vegna stendur að við verðum ekki til skammar, því við munum reisa höfuð okkar upp og við ætlum að segja að við erum trúendur, við erum börn Guðs og við ætlum að horfa fólkið í augun þess að vera skammað. Við þurfum ekki að skamma okkur og við þurfum að vera samfæra það sem að Guð gerir og það það sem að Guð vill, að við séum alltaf eins og fánar. Þessi fánar út í heiminn að sýna að við erum börn Guðs, og að Guð til, að Guð lifir og hann gerir sig opinbera. Og í vers 21 stendur: Guðlaus maður tekur lán og borgar eigi, en hinn réttláti mildur og örlátur. Þannig að óguðlegir, þau sem eru óguðleg, óvinurinn notar fólk sem óhlýðin við Guð, þau sem að trúa ekki á Guð, þau sem að elska ekki Guð, sem að leita ekki að Guði. Þau eru notuð af óvininum til að gera mannkyninu slæma hluti, til að svíkja þá, til að ljúga að þeim, til að stela frá þeim og gera mikið af hlutum. Og það stendur að sá sem réttlátur, hann hefur miskunn
og gefur og í stað þess að taka af fólkinu gefur hann. Og það er það sem að börn Guðs gera. Og stendur í 22 því að þeir sem Drottinn blessar fá landið til eignar en hinum bannfærðu verður útrýmt. Og í vers 25 stendur: Ungur var ég og gamall er ég orðinn. En aldrei sá ég réttlátan mann yfirgefinn, né niðja hans biðja sér matar. Og þetta voru orð Jesú Kristur. Og einhver sagði, en Jesú Kristur var aldrei gamall. Hann var ekki gamall á aldrinum, af því hann dó þegar hann var 33 ára gamall. Og Guð er að tala hér fyrir fólkið sitt. Hann er með röddina okkur allra. Þeirra sem hafa treyst á Guði fyrir meira en 2000 ár þegar fagnaðarerindi byrjaði. Og þá til dagsins í dag er hann að tala við okkur. Og við erum ekki með getan okkar til að segja við Guð réttu hlutina og Jesú Kristur bað anda fyrir okkur og þess vegna erum við hér alltaf þakklátt og glöð við Guð og þess vegna segir Guð hér á 25, ungur var ég og gamall er ég orðinn. Og við erum búin að vera hér í meira en 2000 ár og við komum af hópi fólks sem að hafa treyst og það verður fólk sem verður á okkur kynslóðum sem að mun vera fólki sem að mun trúa framtíðina. Og á vers 25 stendur: En aldrei sá ég réttlátan mann yfirgefinn, né niðja hans biðja sér matar. Þannig að það er verið að tala hér fólk og börn þeirra og barnabörnin að Guð lætur okkur, hann skilur aldrei okkur til skammar. Og ef við viljum njóta og ef við viljum ekki láta skorta af þessum eðlilegum hlutum, ef við viljum ekki láta skorta af okkur þessi nauðsynlegu hluti lífið okkar, af því ég hef heyrt fólk sem segir, ég á ekki pening fyrir leigan, ég á ekki pening fyrir matinn, ég á ekki pening fyrir fötin, ég á ekki pening til þess að borga skuldirnar, en ég er að fara í kirkjuna og ég er búin að vera þar í 15 eða 20 ár en ég á enga pening. Haldið þið að hann sé réttlætur? Ég held nú ekki. Hann er ekki réttlætur og ég held að þennan vers sem að segir ungur var ég og gamall er ég orðinn en aldrei sá ég réttlátan mann yfirgefinn en niðja hans biðja sér matar. Þetta vers á klárlega ekki við svona fólk, af því Guð sagði að fólk sem er réttlætt mun aldrei skorta neinu af þessu nauðsynlegu hluti. Þannig að ef einhver er að fara í gegnum svona hluti, þá er þessi manneskja ekki vera réttlætt. Ef Guð vil gefa okkur meira, þá er það ákvörðun sem að Guð tekur. En ef að ég er að fara í gegnum erfiðleikum, ef það er skortur á hlutum í mínu lífi, það er að því ég er að ganga illa fyrir framan Guð. Ég er að ganga illa fyrir framan Guð og ég þarf að rannsaka mig og sjá hvað það er sem er að gerast í lífi mínu, af því hér er loforðið. Það stendur hér að það mun ekki skorta neinu á þau sem að trúa á Guð, þannig að hver og einn af ykkur sem að upplifa erfiðleikar og skortir af einhverju, það þurfið að rannsaka og eiga hvað er það sem að ég er að gera vitlaust, af hverju er Guð ekki að blessa mig. Og ef við lesum í vers 26 stendur: Ætíð er hann mildur og lánar
og niðjar hans verða öðrum til blessunar. Og í vers 29 stendur: Hinir réttlátu fá landið til eignar og búa í því aldur. Og vers 30: Munur réttláts manns mælir speki og dunga hans talar það sem rétt er. Þannig að sjáið í loforðin, öll loforðin sem eru hér fyrir réttlátu, loforðin, stórkostleg loforðin sem eru fyrir réttlætu, sem munu lifa góðu lífi og munu ekki skorta á neinu. Og því allt mun vera gefin frá Guði, þau munu ekki skorta, þau munu ekki skorta neinu og Guð mun gefa þeim visku og hann mun vera réttlætur. Og í vers 31 stendur: Lögmál Guðs hans í hjarta hans. Eigi skrifnar honum fótur. Og svona upplifir Jesú Kristur hlutina. Jesú Kristur var fyrsti réttlátur maður og hann gaf okkur þetta sem dæmi. Það hægt að vera réttlátur. Þið þurfið að gera hlutina sem að ég geri. Stærri hluti heldur en það sem ég hef gert munu þið gera og upplifa. Og stendur hér: munur réttláts manns mælir speki og tunga hans. Það að segja fagnaðarerindi Guðs. Það lögmálið okkar. Okkar lögmál fagnaðarerindi Guðs. Hans kæra kenningu. Þannig að kenningar má vera í okkar hjarta og við þurfum að vera réttlátt, við þurfum að vera fullkomin, við þurfum að vera góð. Og stendur hér í vers 31: Eigi skrifna honum fótur. Og það sem að verið að segja þegar við erum að ganga á vegum hans Guðs, að þá eigum við ekki við eigum ekki að falla, við eigum ekki að detta. Og það eru dæmi út í heiminn þar sem að fólk segir: þessi maður alltaf allur í erfiðleikum og lifir ekki gott líf. Og það mjög mikið af fólk sem að segja: ég fell mjög mikið í lífi mínu, ég kemst ekki áfram, ég tek engar framfarir, mér gengur bara mjög illa. Og það það sem að þýðir að falla. Og stendur hér að réttlæti og fullkomni, að börn Guðs, stendur hér og stendur í vers 34: Vona á Drottinn og gef gætur að vegi hans, þá mun hann hefja þig upp að þú erfir landi og þú skalt horfa á þegar illvirkjum verði útrýmt. Og Guð, það sem að Guð að segja að sá sem að gengur vel fyrir framan Guð, þau sem að vilja þóknast Guði, þeim mun alltaf ganga vel. Mun alltaf ganga vel í lífi. Og við ætlum að lesa hér í vers 35. Sem velið að tala hér óvinurinn, sem sá sem að stelur loforðin frá okkur eða sem að leiðir okkur til að synda. Og stendur hér: ég sá hinn óguðlega í ofstopa sínum og þenja sig út sem grænt tré á gróðarstöðu sínum. Þannig að það að segja að fyrst leitað út eins og óvinurinn væri að sigra. Og það það sem að gerist þegar Ísraelsliði byrjaði að synda og Guð yfirgaf Ísraelsliði. Guð yfirgaf Ísraelsliði í 400 eða 500 ár. Án þess að vera með spámenn, án þess að gera sig opinbera, án þess að hlusta á óskir þeirra og án þess að blessa þeim. Og fórnirnar og prestarnir sem voru þar gátu ekki gert til þess og Guð yfirgaf þeim þangað til að Jesú Kristur kom til jörðina. Þannig að óvinurinn hélt að hann hafði
sigrað, af því í öll þessi ár var hann konungurinn. Hann var að ríkja yfir jörðina, hann var að ríkja yfir fólkið og hann var ánægður að því hann hélt að hann hafði sigrað Guði. Og þess vegna segir hér í 35, ég sá hinn óguðlega í ofstoppa sínum og þenja sig út sem grænt tré á gróðarstöðum sínum. Og það kom dagur þar sem að Guð sagði. Og þar sem að óvinurinn hélt að hann væri að sigra þangað til að Jesú Kristur kom og hann var eyðilagður þegar Jesú Kristur kom að því að nú hefur hann engri vald yfir Jesú Kristur og Jesú Kristur sagði ég mun risa upp kirkja mín og ég mun gefa þeim að mínum heilögum anda og ég mun gefa þeim vald og óvinurinn mun ekki vinna, mun ekki sigra á móti kirkjuna mína sem við erum þau sem að trúa á Jesú Kristur. Þannig að þarna var komin dagur til óvinsins, að hann gat ekki lengur haldið áfram að halda að hafi sigrað. Óvinurinn er samt alltaf að reyna að setja gildur í okkar lífi. En Jesú Kristur hjálpar okkur, hann gerir okkur kleift að sigra, hann gerir okkur kleift að halda áfram, en ekki gleyma bræður og systur að við þurfum að vera réttlátt, við þurfum að vera börn Guðs, við þurfum að vera góð, við þurfum að vera fullkomin fyrir framan Guð og við þurfum að geta gert þetta með því að setja okkur sem tilgangur, sem áskorun að vilja þóknast Guði og að opna hjarta okkur til að þóknast Guði. Og stendur hér í vers 36. Og ég gekk framhjá og sjá, hann var þar ekki framar. Ég leitaði hans, en hann fannst ekki. Og dyr sé Guði, að því Guð leyfir okkur að sigra. Og í vers 37 stendur, gef gætur að hinum ráðvanda og lít á hreinskilna, því að friðsamir menn eiga framtíð fyrir höndum. Þannig að friðsamir menn stendur á næsta vers, en afbrotamönnum verður útrýmt öllum sand framtíðar van óguðlegra bregðst, hjálp réttlátra kemur frá drottni, hann er hæli þeirra á neyðartímum, drottinn liðsýnir þeim og bjargar þeim undan hinum óguðlega og hjálpar þeim, af því að þeir leituðu hælis hjá honum. Og þannig að við erum hér að skilja hvað það er sem að Guð hefur fyrir okkur og við viljum njóta og við viljum halda áfram að njóta í heildina frá þessum jörðina, frá nýja landið andlega. Og dyr sé Guði og við ætlum að standa upp og syngja til Guðs. Við ætlum að syngja kór og við ætlum að syngja kór.
Æðislegur Guð, við ætlum núna að biðja til Guðs, að biðja. Ég ætla að biðja fyrir veikindi, andleg og líkamleg veikindi, hvaða veikindi sem og ólæknanleg veikindi, að því eftir að vera búin að biðja, ætla ekki að gefa handa yfirlækningu, þannig að með því að biðja þá sér Guð þig og hann veit hvaða þörf þú hefur, hvaða óskert þú hefur og hvað þú ert að þjást af. Þannig að við ætlum að biðja, við ætlum að leyfa óskir hjarta okkur rætast og Guð mun uppfylla óskir hjarta okkar. Og núna þegar við erum að biðja þá getum við sagt í sálmannir stendur Guð að þú ætlar að gefa okkur óskir hjarta okkar, þannig að ég veit að þú mun ræta óskir mínar. Þetta þitt lofvörð og svona tölum við Guð. Þannig að við ætlum að bjóða, við ætlum að biðja til Guðs. Blessaður Faðir, heilagur, takk fyrir blessarnir, fyrir kærleikan, fyrir miskunnina þína. Takk á þessum degi og á þessum tímum. Og Guð, takk að því við hefum verið hér fyrir framan andveru þína að íhuga og rannsaka í orðið þitt. Að rannsaka og íhuga mjög mikið af hlutum sem að hafa gerst í lífi okkar. Og þú, Guð, að því þú ert sá sami í gær, í dag og verður sami að eilífu, Guð. Þú ert með okkur hér í dag, Guð, eins og þú varst á þeim tímum með þeim stórkostlegum karakterum í fortíðina. Og eins og þú lofaðir við Ísraelsliðið og gaf þeim lög, Guð, daginn í dag gerir þú það sama við okkur, nema með þeirri mismunur að við njótum frá þínni andveru og andvera heilögum andans og við getum njótið frá andlegu gjöfunum og við erum að njóta frá loforðin sem að þú gefur okkur og draumanir og sýnirnar og viskan og andlegu gjafina sem þú gefur okkur. Við finnum fyrir nærveruna þína, við vitum að þú ert nálægt okkur og á þeim tímum í fortíðina þá upplifir fólk ekki þessi upplifanir sem að við getum upplifað með þér núna og við vitum að þú ert hér. Við vitum að andveran þín er hér og Faðir, hjálpa okkur að gefa þér dýrðina og Guð, gefa þér dýrðina, hjálpaðu okkur og kendu okkur hver einasta degi til þess að gefa nafni þínu dýrðina, til þess að virða, til þess að meta allt sem þú gerir fyrir okkur. Takk fyrir að styðja kirkjan allstaðar í heimi Guð og nú langar mig að biðja þig að rétta út höndina, að leggja höndina yfir okkur öllum fyrir veikindi, andlegu og líkamleg veikindi og að þú sért að taka burtu öll veikindi sem eru í hverjum og einum á þeim sem trúa á þig og Guð, verð þú að hjálpa, verð þú miskunnarfullur. Einnig langar mig að biðja þig Guð að kasta út þessi illar andar sem eru hér á meðal okkar Guð, verð þú að blessa okkur, verð þú að gefa okkur skjól, verð þú að vernda okkur Guð, frelsaðu okkur, hreinsaðu hjarta okkur og sála okkar. Takk og minn góður Faðir og himneskur Faðir og verð þú að blessa okkur öllum, við sem höfum verið hér lengi og þeir sem hafa komið nýlega, verð þú að blessa hverjum og einum, verð þú að gefa þeim, verð þú að leyfa þeim að sigra, verð þú að frelsa þeim, verð þú að blessa þeim Guð, við lofum þínu nafni, við viljum gefa þeim dýrðina og Faðir, takk fyrir miskunnina þína og takk fyrir viljan þín, góða viljan sem þú hefur fyrir okkur Guð, dýrðina og lofum séu fyrir þig héðan í frá að eilífu í nafni Jesú Kristur, amen. Dýr sé Guði. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios.
del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Og dýr sé Guði og takk sem að þakka Guði því með fá ykkur sæti. Nú ætlum við að segja frá nokkrum vitnisburðum. Ég ætla að skilja ykkur eftir hér með bróðurinn Nelson svo að þið munið eftir honum. Guð blessi ykkur öll. Guð blessi ykkur og takk og Guð blessi ykkur öll stórkostlega. Gracias. Og dyr sé fyrir Guð. Nú ætlum við að deila nokkrum vitnisburðum og við ætlum að hafa það eins stutt og mögulegt svo að við getum öll fá tækifæri. Öll þau sem að vilja tala geta fengið tækifæri. Góðan daginn, bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Velkomin systir María Luisa. Við bíðum eftir þér í Barcelona. Ég vil bera vitnisburði að Guð fyrir 11 árum gaf mér loforð og ég hef séð hvernig Guð hefur uppfyllt þessari loforð. Hann læknaði mömmu mína. Hún var með hvítblæði og systir María Luisa gaf henni handa yfirlækningu og eftir 2 vikum eftir að hafa verið í kímó þá sögðu læknarnir að hún hafi verið læknir. Ég vil bera vitnisburði að því að ég var lömuð. Ég var lömuð og gat ekki hreyft mig í rúminu mínu og Guð notaði systur María Luisa í draum þar sem að sá sem að Guð notaði hana til þess að tala við mig og hún sagði mér í draumnum að opna augun og að sjá og eftir það sá ég að ég gat hreyft mig. Og það er mjög fallegt að sjá hvernig Guð notar systurinn okkar í gegnum drauma og alls konar til þess að gera verkina sína. Og við sjáum hvernig við lærum mjög mikið alltaf með því að horfa á biblíukennslunum og allt. Og dyr sé Guði. Er einhver annar hér? Góðan daginn, bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Guð sagði við mig í spádómnum að Guð myndi gefa mér öll fötin og allt sem ég horfði alltaf á í búðunum og allt sem ég horfði á, hann myndi gefa mér og hann hefur gefið mér gjafir frá mörgum fjölskyldumeðlimum sem nákvæmlega það sem ég sá alltaf í búðuna og langaði alltaf að kaupa. Guð sagði mér líka að ég myndi fara í frí með fjölskylduna mína og það hefur ræst. Og Guð gefur allt sem að hann lofar. Og það er það sem að gera okkur kleift að trúa á Guði, því að hann gerir allt fullkomið. Þegar við keyptum miðana gátum við ekki valið sætin okkar og
Ég var með ömmu og afa. Og það var þannig að við vorum uppfærið í sagaklass. Og við vorum tæmt af peningum þegar við fórum. Og þegar við komum á flugvellinum, fundum við allt í einu fullt af peningum sem voru 660 pund sem hjálpaði okkur að borða og eiga og njóta frísinn sem við áttum í Lundunum. Og já, þegar hlutina koma frá Guði, það allt fullkomið. Góðan daginn, bræður og systur. Mig langar að deila með ykkur þessari reynslu. Mig langar að heilsa upp á systurinn og mig langar að segja margt falleg við þig, en ég veit að það eru margir sem segja margt falleg við þig alltaf, en ég þakka Guði fyrir að hafa gefið okkur andleg móðir með það mikil stuðning. Og ég hef haldið þessari reynslu í 19 árum. Ég kom í kirkjan fyrir 11 árum, en ég bjó í Curaçao fyrir 8 árum og ég var mjög veik. Og læknarnir í Curaçao sögðu mér að fara aftur í landið mitt af því ég var að fara að deyja og það var ólæknanleg. Og það var þannig að þessu kvöldi, án þess að hafa kynnst kirkjuna, mér dreymdi með systir María Luísu og ég var að fara í annarri kirkju. Ég var að fara í annarri kirkju og ég skildi ekki hver þetta væri. Og mér dreymdi og í þessum draumi sagði hún við mig ekki hafa áhyggjur af því að Guð hefur sendt mér til þess að hjálpa þér, til þess að lækna þig og til þess að gefa þér stórkostleg boð. Og ég horfði hana og ég sagði, segðu mér hver þú ert. Og hún sagði ekki hafa áhyggjur af því að ég mun gefa þér svörin sem að þú þarft. Og það er þannig að hún setti aftur hendina sínar. Hún setti hendinar yfir mig og hún sagði ekki hafa áhyggjur. Þú ert að fá blessun frá Guði. Fólk segir að þú sért að fara að deyja, en það alls ekki þannig að því Guð hefur sendt mér. Og ég vaknaði deginum eftir og ég var læknuð af því mér blæddi ótrúlega mikið og það var ekkert sem að gat stoppa þessar blæðingar. Og mér vantaði pening og í veskinu minni voru $700 allt í einu. Og ég var mjög hissa þegar ég vaknaði og ég bara gat ekki skilið. Ég sagði, ég veit ekki hver þessi kona sem að tala við mig í draumni. Hún sagði, ég myndi vera læknuð og ég var læknuð bara strax þegar ég vaknaði. Og 8 árum seinna var ég í strætó og það var kona sem að tala við mig í strætó og sagði, ég ætla að bjóða þér að fara í kirkju. Kirkju þar sem að Guð hann talar og lofar uppfyllir og hún gaf mér heimilisfangið og ég fór. Og það var alltaf verið að tala systir María Luísa og ég sagði, hver þessi manneskja sem þið nefnið svo mikið? Og 3 dögum seinna kom ég aftur í kirkjuna og það var verið að tala systir María Luísa aftur, en ég sagði, hver þessi kona sem verið að nefna svona mikið? Og það var þannig að 3 skipti sem ég fór í kirkjuna ég að labba út og ég sé myndirnar. Og ég kem nálægt þessum myndum og þegar ég sé systir María Luísa þar og ég byrjaði að gráta og dóttir mín var með mér og ég sagði, manstu draumi sem að ég sagði þér sem ég hafði fyrir svo mörgum árum í Curaçao, þetta er kona sem að Guð sendi mér, sem að Guð sendi til að lækna mig. Já, systir. Og það er þannig að Guð leyfði mér að kynnast kirkjuna og hann sagði við mig að ég myndi vera hér á sínum vegum og að ég myndi þjóna sér og daginn í dag er ég mjög ánægð í þessu landi og ég bið Guð að opna kirkjan í Pamplona af því við erum ekki með kirkjan þar og við viljum geta haft systri María Luísa þar með henni. Að Guð blessir alltaf stöðuna þar sem hún fer.
og já, dýrðina sé fyrir Guð og bræður og systur, mér langar að bera vitnisburða fyrir 2 árum, þá leyfði Guð mér að vera með systir María Luisa og Guð kenndi mér að virða systir María Luisa og hann gerði kraftaverk. Ég sem sagt var með ónýtan lung og ég var líka einnig með mjög mikið af verkjum í bakinu mínu og það var þannig að Guð leyfði í gegnum draum að systir María Luisa gaf mér handa yfirlagningu þegar mér dreymdi það og frá þeim degi hef ég verið læknaður. Ég hef ekki verið með neina verkir í 5 mánuði og Guð sagði við mig í spádómnum, þá væri gegnum hana sem hann frelsaði mig. Þannig að systir María Luisa, fyrir ári síðan varstu hér í Spáni og Guð leyfði mér, hann talaði mig í gegnum draum, þar sem að þú sagðir við mig í draumnum að næst þegar þú kæmir til Spánar, ætlaðir þú að koma til okkar og mér langar að bjóða þér að koma til Bilbao. Við elskum þig mjög mikið og þér velkomið þar. Guð blessi þig og verði þig alltaf.